segirðu, hvernig gengur? Hvernig gengur? Hvað eru menn að brasa hérna í náttúrunni bara? Nei, þú veist, Uncharted var að koma út í það. Samt ekki. Samt ekki virka. Já, þetta er fallegt. Þetta er ekki góð sushi. Æ, ég meina, þú ert að reyna að lifa drauminn. Já, ég er að lifa drauminn sem. Hvað sestu ekki á mér? Hvað segir? Herðu, Uncharted, Já, það var að koma út. Spenntur? Spenntur, ég er búinn að spila hann bara, ég er brjálæðislega spenntur. Ertu búinn með hann? Ég er búinn með hann og ég ætla að segja þér það. Ertu búinn með hann? Er ég búinn með hann? Já, ég er búinn með hann. Og ég segja þér eitt. Já. Ég sakna karakterina. Aha. Og söguna og allt. Já. Loksins einhverju sem að þú gast verið með og fór ekki frá þér. Það er snildi við töluleiki. Ég veit það. En það var þú veist, þetta er svona leikur. Þú skilur þetta svona bara svona holu í hjarta minn. Já, frábært. Mér vantar einmitt holu í hjarta mitt. Ég veit það er mjög gott. En allavega, leikurinn þannig að þetta er náttúrulega fjórði leikurinn. Já. Uncharted 4, það er kannski svona smá gefið í nafninu. Já, snilligur. En þannig maður í hlutverki Nathan Drake, eins og svo oft áður. Og það sem gerist er að bróðir hans, hann dettur í gírinn, kemur hann á sjónarsviðið og hann gerir hann tilboð eiginlega sem hann getur ekki hafnað. Ég veit ekki að fara nánu út í það, ég veit ekki að skemma söguna. Já, þetta er nefnilega málið með þessa Uncharted-leiki. Þetta er svona eitthvað mix af bíómynd og leik. Þú vilt svolítið Karakterarnir eru bara það svona trúverðugir og velgerðir að maður fer að finna til með þeim og svona dettur með gírinn. Og málið er það að Nathan Drake var eiginlega bara svona sestur í helgan stein sko. Þess vegna er bróðir hans að draga hann út úr vesenninu og dregur hann inn í svona ævintýraför, fjársjóðsleit eins og er alltaf Uncharted. Og þetta er svona cirka söguþráðurinn. Nú og við komum alltaf Elena sem er konan hans og Sully, gamli Sully er alltaf grjótarður. Nú ef við förum aðeins yfir spilurina, þá erum mjög svipuð því sem við þekkjum í Uncharted 3. persónu ævintýraleikur. Hvað ertu alveg búinn eftir? Ég var alltaf að klifra hérna. Sástu þið ekki? Þetta var ekki eða erfitt. Þú lást í náttúrulega tröppum eins og einhver selur á þurru landi eftir. Já, það er erfitt maður, það er puð að vera selur. Ég veit það. Spilurinn í leiknum er þannig að þetta er bara 3. persónu ævintýraleikur. Þar sem maður er að hoppa og mikið að klifra, þú veist, eins og ég var að gera hérna áðan. Og svo er maður líka, nú getur maður synt og kanað. Það er bara alveg neðst þarna og fundið fjársjóð og hafsbotni og verið að gera og svo er þetta líka skotleikur, svona cover-based maður. Þeir eru í eitthvað cover og verið að skjóta á óvinnuna. Já, brjálæði að gera. Það sem er svolítið nýtt núna, hann er með svona gripkrók eitthvað. Þú getur verið að sveifla og kastað og gripa í alls í sluti sem að gera svolítið svona aðeins meiri fjölbreytileika í spiluninu. Og en annars er þetta bara ævintýraleikur með mjög svona, eins og þú segir, og nefnilega svona kvikmyndarlegri upplifun. Þegar karakterarnir, cutscene, þetta er alltaf ótrúlega vel leikstýrt og bæði svona drama hlutir og spenna og allt eiginlega bara. Og grín. Hvernig er grafík og hljóð og... Sko, grafíkinu, hún er alltaf bara stórkostleg. Ég hef aldrei séð aðra eins grafík í, sko, bara andlitsdrættir og hreyfingar í andlitum á sögupersónum. Ég hef aldrei séð hana eins. Og bara allar hreyfingar og allt þetta er alltaf alveg ótrúlega svona, hvað maður að segja, bara raunverulegt. Og til dæmis eins og einu atriðinu, þá er svona snjór úti. Þá sér maður snjóflyksurnar í hárinu á honum og öxlunum á honum og hérna, þú veist, það festist svona snjókvöldin á honum smá tíma og svo bráðnaði af. Það er ekki allir leikir sem pæla í þessu. Og þegar það er rigning úti, massíf rigning, þá blotna öll fötin hans og þegar það fyrir sjóinn og blottar allt. Og það sem er eitt líka nýtt núna, að nú getur stýrt faratækjum. Það er svona open world atrið, þar sem þú ert á jeppa eða bát og ýmislegt fleira. Það er rosalegt bátsatrið í byrjun. Já, það er enda rosalegt. Og svo það eru fleiri bátsatrið í leiknum og jeppatrið á Madagaskar, þar sem hann fer meðal annars. Frábært. Þú ferð til Madagaskar, ferð til Skotlands og bara út allt. Nú, svo ofan að þetta allt er multiplayer. Þú fílar hann? Ég fíla hann vel sko, yfirleitt hefur multiplayer í Uncharted-seríunum bara svona eiginlega fest á bara til að geta sagst þeirra multiplayer. En nú er aðeins búið að hugsa þetta svolítið lengra og það sem þetta er út af 3. persónu skotleikur með cover-based og svo getur þú verið að kaupa on the fly fullt af hlutum af því að þú finnur fjársjóði hér og þar á borðinu og þá getur þú notað bara, það ert ekki að bíða eftir næsta rándi, þú bara getur ítt á örvatakana og keypt þá hluti og það eru svona mystical hlutir sem eru þannig að þú getur bara kastað þeim og þá komum við eitthvað svona fornarsúlur eða eitthvað drasl og skjóta og óvinnina og svona ýmislegt annað. Já, þannig að mér finnst það ágætt, ég er ekki viss og ég endist neitt í þessum multiplayer. En mér finnst það fínn, þú veist, hann er allavega spilanlegur. Já, hann er ágætur. Ef ég ætti að gefa þessum leik einhvern, þá ætti ég að gefa 9, 5 af 10. Þetta er bara langbesta sem ég hef spilað. Þetta er alveg fáránlega gott. Besti Uncharted leikurinn til þessa? Já, ég verð að segja það. Er það? Já, það eru margir góðir, margir með stórbrotin atriði, en þarna kemur þetta allt saman. Það er sagan, atriðin og svo kemur þessi svakalegasta grafík sem við ekki sjáum í Uncharted-leikjum.
Þannig að, já, 9, 5 og 10. Ég ætla að geima 0,5 bara í þeirri veiku vonu að gera nýjan leik. Þeir eru reynda bara að segja þér, ger ekki nýjan leik. Nei. En það kemur eitthvað nýtt. Já. Þar hafið það, hæsta einkunn sem komið hefur í GameTV, áraraðir. Já, langa tíma þannig. 9,5, Uncharted 4, tjekkið á honum. Það greinilega vel þess virði. Það er eitthvað klifra. Tilbaka. Þetta blessaður. Þetta raskat. Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.